Jöklar á Íslandi í vítahring loftslagslínunar og sand- og öskufoks í kringum þá sem veldur því að þeir bráðna hraðar. Þetta leiðir ný rannsókn í ljós. Slökkviliðsmenn bæði í Ástralíu og Síle berjast nú við gróðurelda. Slökkviliðsstjóri í Ástralíu varar við því að þar geti eldar logað í marga mánuði til viðbótar. Aldrei hafa jafnmörg ofbeldisbrot verið tilkynnt til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og í fyrra. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að stór hluti brotanna sé heimilisofbeldi. Flóttamenn fóru með bænir á ensku í aftansöng í sjónvarpinu í gærkvöld. Í dag nýttu bæði börn og fullorðnir jóladaginn til útivistar. Íslenskur hreindýrabóndi á Grænlandi telur fjölmörg tækifæri felast í því að temja hreindýr hér á landi og bjóða ferðamönnum upp á sleðaferðir. Gott kvöld og gleðilega hátíð. Jöklar á Íslandi drógu í sig mun meiri sólarorku á þessu ári en þeir hafa gert á síðustu árum. Það veldur því að þeir bráðna hraðar en ella. Sand- og öskufok skýrir þessa þróun. Landsvirkjun, Veðurstofan og Háskóli Íslands hafa undanförnu unnið að rannsókn þar sem fjarkönnun úr gervihnöttum notuð til þess að kortleggja hvernig íslenskir jöklar endurkasta sólarljósi. Undir venjulegum kringumstæðum þar sem snjór á jöklum nýr og ferskur endurkastar jökullinn allt að 90% af öllu sólarljósi og það hefur þá lítil áhrif á bráðnun jöklana. Þegar snjóa leysir getur aska og sandur hins vegar fokið á jöklana sem hefur mikil áhrif á endurkastið. Það getur þá farið allt niður í 10% sem þýðir að yfirborð jökulsins sogar í sig miklu meiri orku og bráðnar mun hraðar. Og það hefur verið sérstaklega eins og 2015 sem svona svolítið kalt sumar, þá þessi endurkaststuðlar frekar háir og endurkasta þar að leyti stórum hluta sólarljóssins. Eins og 2019 þá koma veruleg mögnunaráhrif í ljós sem þá aðalega vegna sandfoks og öskufóks og leirfoks af landi upp á jöklana og svona samhliða ákveðnum hlýindum magna þá ennþá frekar þessa sumarleysingu. Á þessum myndum má sjá hvernig endurkast frá íslensku jöklunum hefur þróast á undanförnum árum. Rauði liturinn táknar lítið endurkast en sá blái mikið. 2010 og 2011 var endurkastið lítið eftir gosin í Eyjafjallajökli og Grímsvötnum en undanfarin ár hefur það verið mikið. Á þessu ári minnkaði það hins vegar mikið með þeim afleiðingum að jöklarnir bráðnuðu hraðar. Hvað skýrir þessa aukningu núna 2019? Það sem í sjálfu sér gerist í vor að snjó tekur af hálendi mjög snemma og það svona frekar kaldur maí og þurr og þá þornar þessi yfirborð í kringu jöklana sem eru með svona að kalla óstöðu yfirborð sem geta þá fokið af stað og þá fýkur þetta efni upp á jökulinn og hefur þessi mögnunar áhrif í kjölfarið af því. Getum við eitthvað spáð fyrir svona næstu ár? Hvað það var? Sko það alveg klárt mál að samhliða því að jöklar hopa þá stækka þessi svæði og ef loftslag heldur áfram að hlýna þá í raun og veru tiltæki þessara svæða til að fjúka meira. Þannig það líklegra en ekki að áhrifin á þessu verði meiri í framtíðinni heldur en kannski verið hefur. Þannig þetta nánast bara eins og vítahringur? Þetta svona ákveðin, þetta svona lúppa sem að getur magna sjálfan sig upp. Þannig ef svæðin stækka, það minni árstíðabundinn snjór sem tekur upp fyrir í árinu, þá alveg klárlega magnar þetta leysingaráhrifin. Yfirvöld í Ástralíu telja ólíklegt að það dragi úr gróðureldunum þar í landi á næstu mánuðum. Miklir eldar geisa einnig í Síle þar sem yfir 100 hús hafa brunnið. Gróðureldarnir í Ástralíu hafa geisað síðan í október og verið hvað skæðastir í 9 suður Wales. Slökkviliðsstjóri ríkisins hefur nú varað við því að svo geti farið að eldar logi næstu mánuði. Fólk á þessum slóðum hefur sennilega flest óskað sér þessi jólagjöf að eldarnir slokkni. Af því varð ekki en það komi nokkri dropar úr lofti sem hefur ekki gerst oft að undanförnu. This is what we need, lots of it. Fjöldi slökkviliðsmanna á vakt jólin. Kind of missing up being with my little girl today, but it is what it is. Someone's got to come and do it. Veðrið hefur verið nokkuð bærilegt í 9 suður Wales jólin en spáð miklum hita næstu helgi og versnandi aðstæðum hvað eldana varðar. En það ekki aðeins í Ástralíu þar sem slökkviliðsmenn hafa staðið vaktina vegna gróðurelda. Yfir 120 hús hafa brunnið til grunna í gróðureldum sem geisa við hafnaborgina Valparaíso í Chile. Illa gengur að ráða niðurlögum eldana, mjög hvasst í veðri, hlýtt og þurrt. Fjöldi fólks hefur þurft að yfirgefa heimili sín.
Borgarstjórinn hefur lýst því yfir að talið sé að eldarnir hafi verið kveiktir viljandi. Ekki vitað manntjón. Hingað heim. Tilkynningar ofbeldisbrot hafa aldrei verið jafn margar á höfuðborgarsvæðinu og í fyrra. Þá hafa aldrei jafn mörg umferðarlagabrot verið skráð. Á Þorláksmessu kynnti lögreglan á höfuðborgarsvæðinu skýrsluna afbrot á höfuðborgarsvæðinu 2018 þar sem fjallað tíðni afbrota í Reykjavík og nágrenni. Þar kemur meðal annars fram að lögreglunni bárust rúmlega 1300 tilkynningar ofbeldisbrot á árinu en ekki hafa jafn margar tilkynningar borist frá því að samræmdar skráningar hófust árið 1999. En kemur þetta á óvart? Nei, raunin ekki. Mikið af því heimilisofbeldi. Og sem sagt þannig að þetta bara svona eitthvað sem við sjáum á hverjum degi í okkar starfi. En ég hefði viljað sjá að þessar tölur færa lækka, þó þannig að það væri raunverulega brotunum væri að lækka, ekki tilkynningunum. Vegna þess að það sem gerðist þegar við fórum í nýja nálgun í heimilisofbeldi, að þá fjölgaði málunum mjög bratt. Og þannig að það voru fleiri mál tilkynnt og þau tekin öðrum tökum. En við svona hefðum haldið á einhverjum tímapunkti færi það aftur að lækka, það væri algjörlega búið að koma því skýrt til skila að það farið með þessi mál alla leið. Alls voru skráð tæplega 45.000 umferðarlagabrot á árinu en aldrei hafa jafn mörg brot verið skráð á einu ári. Sigríður Björk segir að skýringin sé meðal annars sú að fleiri bílar séu á götunum en einnig að myndavélaeftirlit hafi verið elt. Svo mikið af ölvunarakstri, mikið af fíkniefnaakstri og til dæmis mikil fjölgun á þessu ári. Við erum að horfa á 37% fjölgun núna 2019. Þannig á fíkniefnaakstrinum. Það hlýtur að vera sérstakt áhyggjuefni? Það sérstakt áhyggjuefni vegna þess að það að koma slys. Við erum að sjá 150 ríflega slys af völdum á fólki, af völdum fíkniefnaaksturs og eitthvað svipað með áfengið. Árið 2018 lögðu lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og tollgæslan halda á meira fíkniefnum en árið áður. Margfalt meira var tekið af maríjúana, heróínu og kókaíni, svo dæmi séu tekin, en mun minna af amfetamíni. Við höfum áhyggjur af því að krakkarnir að fara tiltölulega hratt í harðari efni út frá veikari efnum. Við höfum áhyggjur af spæs sem erfitt að ná utanum. Við höfum áhyggjur bara af þessu mikla umfangi fíkniefna. Í aftansöng í sjónvarpinu í gærkvöld var ekki aðeins farið með bænir á íslensku heldur líka á ensku. Það gerðu flóttamenn sem nýlega fengu hér dvalarleyfi. Aftansöngur fastur liður í sjónvarpinu á aðfangadagskvöld. Helgistund á jólanótt var tekin upp í Hallgrímskirkju en send út í sjónvarpinu í gærkvöld. Vera Óníín frá Nígeríu og Sirvan Salah Hikmet sem kurdi frá Írak komu hingað nýlega sem hælisleitendur. We pray for all our children, those who are shy and lovely, those who are happy and playful. Give us strength and hope to get through the difficult days. Biskup Ísland sagði í prédikun sinni í Dómkirkjunni í morgun að sjálfsagt hafi þetta komið einhverjum að óvart. Vafalaust finnst öðrum það vera sérstakt að heyra bænir lesnar á erlendu tungumáli á helgasta tíma þjóðarinnar. En hlutverk kirkjunnar að opna faðminn og þjóna öllum af kærleika, mannúð og mildi. Í kirkjunni erum við þau og þau erum við. Einn hefur farist og 6 saknað eftir fellibyl á Filippseyjum síðustu 2 daga. Fellibylurinn skall fyrst á landi miðbik eyjanna í gær. Honum fylgir mikil úrkoma, aur og flóð. Meirihluti Filippseyinga kaþólskur og því ætluðu margir að halda jólin hátíðleg bæði heima og að heiman hjá ástvinum. Ferjusiglingar og flugsamgöngur röskuðust og víða rafmagnslaust. Yfir 16.000 manns þurftu að gista í neyðarskýlum í nótt og 100 fjölskyldna hafa mist heimili sín. Hér heima margir nýttu fallegt veðrið í dag til útivistar á höfuðborgarsvæðinu. Börnin skemmtu sér vel í snjónum og sum gáfu sér rétt svo tíma til að segja frá því hvað þau fengu í jólagjöf. Við Selja á Fellahverfinu í Reykjavík vinsælt sleða- og skíðasvæði og þar var nægur snjór í dag. Ég fór í vinnuna með pappa mínum. Fékkstu þennan sleða í jólagjöf? Já. Það ekkert verið að orðlengja frekar, heldur bara tekin salíbuna með afa sínum. Hvað finnst þú í jólagjöf? Spil og peysu og buxur. Við vorum bara að borða góða mat og opna pakka svona.
eitthvað sérstakt sem að þér finnst fallegt sem þú fékkst? Já, bara kertaspil, nei, ég veit það ekki. Bara, já, ég fekk mjög flotta peysu. Hvað gerðist? Ég var að renna mér og þá bara datt ég. Hvað kemur oft hingað? Stundum oft. Gönguleiðin kringum Vífilsstaðavatn er vinsæl og fallega á öllum árstíðum. Hvernig pakka fékkstu? Ég fekk svona nörsbissu og Lego. Ég fekk bleikan ænisík. Bleikan? Ænisík. Er hún einhyrningastelpa? Já, líka alls að stelpa. Ert þú æfið fótbolta? Já. Í hvað liði? HK. Og bjóði minni mjög mikið í spila fótbolta. Hann er líka í HK. Við Kópavogslæk var margt manninn en enn meira fugla og sumir myndu eftir að gefa þeim gott í gogginn. Jólin eru haldið hátíðleg víða heim og páfinn flutti árlegt ávarp sitt í dag. Tugir þúsunda hlýddu á jólaávarp Frans páfa á Péturstorginu í Róm í dag. Hann beindi sjónum sínum að stríðshrjáðum löndum og myndi á að fólk leggi ekki á flótta að ástæðulausu. È l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e mari, trasformati in cimiteri. È l'ingiustizia che le costringe a subire abusi indecibili, schiavitù di ogni tipo e torture in campi di detenzione disumani. Jólunum var fagnað víðar heim. Síðan árið 1803 hefur verið haldin miðnæturmessa í Notre Dame kirkjunni í París í Frakklandi. Það kviknaði í kirkjunni í apríl og útlítir fyrir að lagfæringar standi yfir næstu 5 árin. Söfnuðurinn færði sig því yfir í kirkjuna við Louvre-safnið í gær. Þessar ofurhetjur heimsóttu barnaspítala í Pristina í Kosovo í dag. Þau stöldruðu við á hverri hæð og gáfu börnum sem þar dvelja jólagjafir. Í Póllandi er löng hefð fyrir listaverkum sem tengjast jólunum úr óvenjulegum efnivið. Í Gdansk er þetta listaverk sem var gert úr 80 tonnum af sandi. Listaverk úr radísum dragað sér þúsundir gesta í borginni Oaxaca í Mexíkó hver jól. Hátíðin kallast Nótt radísunar og hefur verið haldin í 122 ár. Áhugamönnum að temja hreindýr á Íslandi er ekki af baki dottnir. Íslenskur hreindýrabóndi á Grænlandi telur að laða megi fjölda ferðamanna til landsins til að fara í sleðaferðir, ekki síst fyrir jól. Stefán Hrafn Magnússon hefur verið hreindýrabóndi á Grænlandi í 30 ár. Við hittum hann á bókakaffi í Fellabæ, þar sem hann var að kynna ævisögu sína. Hann hefur ásamt Birni Magnúsinni lengi haft áhuga á að stofna hreindýrabú á Íslandi. Það er smábær í Norður Finnlandi sem heitir Hetta í Enontekiu. Þeir eru að fá 80 þotur yfir jólatímabilið frá svona miðjum nóvember og fram að jólum sem eru fullar af ferðamönnum einungis til þess að skoða hreindýrin og fara á hreindýrasleða inn í gegnum skóginn. Það eru fjöldamargir ferðamenn sem vilja sjá tamin hreindýr. Við sjáum þetta til dæmis í Skotlandi og Noregi. Það flykkjast allt upp í 30.000 manns að skoða á einum hreindýrabúgarði. Hreindýr eru ræktuð og tamin í Skandinavíu, Rússlandi, Kanada, Alaska í Bandaríkjunum og á Grænlandi. Björn fór nýlega til Tjörngorm í Skotlandi til að kynna sér uppbyggingu á hreindýrabúgarði þar. Þau eru alveg bara eins og gæfustu hestar og mjög mannelsk. Fjölmörg dæmi eru að bændur hafi tekið hreindýrskálfa í fóstur. Þeir eiga það til að koma með kindum af fjalli á haustin. Kálfarnir hafa þrifist illa og drepist. Stefán segir að hreindýr og sauðfé eigi ekki saman. Sauðfé er hýsill fyrir bakteríur sem hreindýrin þola ekki. Lausnin er svo að ef maður tæki bílið þar sem ekki hefur verið fé í fjöldamarg ár og er með dýrin þar einangruð frá sauðfénu, þá ætti þetta að vera hægt. Fyrir nokkrum árum óskuðu þeir eftir leyfi til að fanga talsverðan fjölda úr íslenska stofninum og ala upp 2000 dýra hjörð, aðalega til kjötframleiðslu.
Starfshópur hafnaði því vegna hættu á að sjúkdómar og eldisdýrum bærust í villt dýr. Erfitt væri að hemja slíkt í svo stórri hjörð. Þeir eru ósáttir við niðurstöðuna og vilja taka málið upp að nýju. Það kann að horfa öðruvísi við ef er að ræða bú með nokkrum tugum dýra aðalega til ferðamennsku. Ég er ekki viss það að sé neitt fullreynt en ég er miskust ekkert búin að gefast upp og ég held að menn átti sig bara á þessu smám saman. Hverjir möguleikarnir eru þarna? Íslensku jólin eru kyrrlát en erlendir ferðamenn sem Fréttastofa tók tal í dag voru flestir ánægðir með hátíðirnar í borginni. Sumum þótti þó nóg kyrrðina. At home in Belgium, there are a lot more people in the streets firing together. Here, everybody is in the house and the tourists are walking in the streets. There are no Christmas markets. People told us that, oh, why come to Iceland in winter? It's only like 4 hours of like sun time. But you know what? It's been amazing because even though there's little light, but there's so much to do and it's so beautiful. There's so much to do in this town. Yes. We're definitely going to come back for sure. Yes, we're going to come back. Margir ætliði í Hallgrímskirkju en koma lokuðum dyrum, nema þeir ætliði í messu. Því kirkjan bara opin fyrir helgihald á þessum jóladögum og þá þetta bara rólegt og fínt og allir jólaskapi, mjög gott. Eru margir ferðamenn sem freistast þess að kíkja í guðsþjónustu út af lokunin? Mjög margir. Vi kender jo nogen heroppe, så det er jo, vi kommer med et venskab i ryggen, så det er rigtig dejligt. Og vi har fået islandsk julemad, vi har fået røber. Hvad synes du? Jeg synes, det var rigtig dejligt. Altså i starten, så var jeg faktisk lidt bekymret, fordi jeg havde aldrig prøvet noget. Jeg har aldrig prøvet at holde jul i Island, og jeg har aldrig prøvet de traditioner. Men så i går her, jeg synes bare, det var virkelig fedt. Og det var den bedste jul i verden. Flestir ferðamennirnir borða sennilega jólamat á gististöðum sínum, en sumir leituðu þó upp í skyndibita og röðin við bæjarins bestu var óvenju löng. It's very nice. It's the setting is very Christmas-esque with all the snow-capped mountains and everything, and it's been a very beautiful time. Is this your Christmas dinner? This is Christmas dinner. Christmas dinner, right? Cheers. Merry Christmas. Og þá að veðri. Það vaxandi austanátt á landinu þegar líður á nóttina, víða kaldi eða stinningskaldi og morguninn hvassviðri við suðurströndina. Rigning eða sleita með hlýnandi veðri sunnandil þegar kemur fram á morgundaginn en þurrt að mestu norðalands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Jöklar á Íslandi í vítahring loftslagslínunar og sand- og öskufóks í kringum þá sem veldur því að þeir bráðna hraðar. Þetta leiðir ný rannsókn í ljós. Slökkviliðsmenn bæði í Ástralíu og Chile berjast nú við gróðurelda. Slökkviliðsstjóri Ástralíu varar við því að þar geti eldar logað í marga mánuði til viðbótar. Aldrei hafa jafnmörg ofbeldisbrot verið tilkynnt til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir að stór hluti brotana sé heimilisofbeldi. Flóttamenn fóru með bænir á ensku í aftansöng í sjónvarpinu í gærkvöld. Í dag nýttu bæði börn og fullorðnir jóladaginn til útivistar. Íslenskur hreindýrabóndi á Grænlandi telur fjölmörg tækifæri felast í því að temja hreindýr hér á landi og bjóða ferðamönnum upp á sleðaferðir. Þá er þessum fréttatíma lokið, við minnum á veðurfréttir hér strax á eftir. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á ruv.is. Við segjum fréttir næst í sjónvarpi klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott og gleðileg jól.